hamingju, hvað færði ykkur sigur inn í þessu spennuleik? Ég bara við náðum að finna einhverja orku þarna í framlengingunni fyrir vörnina. Við náðum tómt mark eða ekki, sem bara hrikalega sterkt og já, við náðum bara potinn einhverjum skítamörkum þegar þeir náðu því ekki í rauninni, sko. Þetta er bara mikil virðing á afturheldingu, eina baldi frábæri markinu og vörnin þeirra spila vel, þrátt fyrir hátt skor. Þetta var mjög erfiður leikur, mjög jöfn lið að mætast og bara við vorum aðeins á undan í dag svona megnið að leiknum og kannski er þetta verðskulda, ég veit það ekki, þeir eru örugglega ekki sammálaðir, sko. En þið voru svona nærið, þið búin að missa þetta út úr höndunum í lokin á venjulegum leiktíma. Já, svona fyrst að það klúruðu ekki þá gáttu við ekki fara að klúra í framlengingunni, sko. Það var svolítið svoleiðis, sko. Það var bara algjört slys og síðan bara héldum við áfram og sigum þessu 2-3 mörkum fram úr eins og þetta var búið að vera þetta leikinn og mér finnst þetta bara fyrir mína hluti nokkuð sanngjarnt. Þú sáðu það bara Stjarnan á laugardaginn? Já, það er bara hörkuleikur, bara bikarúrslitaleikur. Síðast þegar Fram Stjarnan mættust í bikarúrslitum, þá vann Stjarnan með Patrik og Títi og Róland og eitthvað. Ég var nú ekki með í þeim leik út af því að ég var meiddur í bakinu og gæti ekki verið með. Ég var viss að komin í meistaraflokk þetta var, langt síðan. En við höfum klálega bara að fá okkar fram og þá er ég sannfærður að Fram vinur leikinn.